Þá fer að styttast í að finna hvaða mapp þeir ætla að spila. Og byrja Ríkir að banna 2. Þeir banna Samoa og Oasis, þannig að við endum ekki á þeim kortum. Já, bara Samoa og Oasis, það er þetta sögum. En þetta kemur okkur ekkert á óvart. Nú banna Anubis 3 möpp. Þeir banna Lijiang, Arctic og Nepal. Ég er spennt að sjá hvert þeir velja milli Busan og Ilios. Hvort það verður, hvort við förum aftur á Ilios. Herru, við förum í Ilios. Ilios, ok. Það er alveg gott nafn. Við erum allir ready og við erum bara að byrja. Við erum á fyrsta mappinu í kvöld fyrir síðasta leikinn. Já. Ég er ennþá gátt að því að ég hafi ekki fattað að það væri allt sama kortinu og bara færi mér hringi eftir hvert punkt. Já. Ha? Mér var sagt það gert með öll control-mappin, þannig að ég það er aðeins að fara að endurskoða eitthvað af það sem ég hef verið að spila. Ég er heim í kvöld og eitthvað aðeins að googla. Ég var aðeins að googla hvernig það ræði. Það er samt mjög sniðugt þegar þú hugsar út í að sem game developer, af því að þú ert þá í raun og veru að spara þér pláss, eða spara þér að búa til nýtt kort fyrir hvert og eitt. Kannski aðeins þyngra fyrir hvert mapp þá, en ég held að þetta sé örugglega frekar sniðug hugmynd. En þá erum við allan að koma með pickinn. Hjá þeim Ríkum er Ronny dúkan á Jungle Queen aftur, Gunnar er á Echo, Young Marco er á Kiriko, Orion er á Hamster aftur, Hospers er á Mitri og CMD er á Lucio. Ég heyri ekki neitt og ógla háðan, veitu hvað sagðir þau? Kannski þú farir yfir hérna þá sem eru hjá Anubis. Já. Já, Reykjara. Það er ekki Reykjara, það er Berserkir. Já, Reykjir, Búin að fara yfir hjá Reykjum, þannig að það er Franki boxinn hjá Anubis. Já, Anubis.
Frenkie Boxing, Sigma, Númling Ana, Chris Tracer, Óglokar Wrecking Ball, Buðhark Brigitte og Avi Kjæsirví. Ílo Nýðisri Góðvæts kemur inn í chati líka og segir að ef að Ríkir tapa þá það bara því að hann komst ekki. Hann virðist vera með mjög stóra skoðanir á sjálfsins. Já. Þetta byrjar ágætlega, þeir hjá Anubis taka punktinn og eru komin upp í 48%. Veit ekki hvort að það sé einhver, þeir þurfa eitthvað að jafna sig eftir að hafa verið að spila Marvel Rivals, þeir hjá Ríkum. Persi yfir Jóvots. Pure exposed. Kemur inn ulti frá honum Frenkie Boxing og nær honum CMD. Ætlaðir að ná punktinum svo strax. Kemur í ljós ef þetta gengur eitthvað illa hjá þeim. Virðist vera frekar jafnt, overtime ennþá. Þeir þurfa bara að passa sig að vera á punktinum til þess að halda overtimeinu. Og Gunnar tekur niður föður, Kristi tekur niður Orion. CMD kemur samt þetta inn með últið. Og virðast mögulegt að ná punktinum en þeir eru samt færri heldur en hjá Anubis. Sé þetta ekki enda sérstaklega vel nema að hann lifið aðeins lengur af en það gekk ekki. Þeir taka fyrsta rándið Ríkuar. Það er Ríkuðir. Virðast til að halda frekar svipað hjá Anubis en hjá Ríkum eru þeir eitthvað aðeins að svissa upp. Young Macro er komin yfir á Kiriko. Virðist ekki alltaf vera fleiri breytingar þar. Avi er komin yfir á Widow sem er alveg mjög þreytandi fyrir þá sem að spila mótinni á þessu mappi. Frenkie Boxing er low on health en hann ekki hýld af Númling eða Virðist vera sem að Ronny Dugan er tekinn út af Númling. Óglokar tekur niður Gunnar. Virðist ekki vera að flýta sig mikið að taka punktinn. Kristi tekur niður Orion. Eru þeir Anubis komnir núna með fyrstu prósenturnar á kortið. Númling tekur niður Young Macro og Avi tekur niður CMD. Þeir virðist alltaf að pússa þetta fremur mikið. Frenkie Boxing tekur niður Hospes, Ronny Dugan tekur niður Frenkie Boxing. Þeir virðast eitthvað þurfa að koma sér saman hjá Ríkum og endurhugsa eitthvað aðeins í þeim. Virðist vera sem að Anubis er að splitta sér rosalega mikið upp til þess að reyna að halda þeim í óvist. Ronny Dugan tekur niður föðar. Reisir er eitthvað hana í baklínunni hjá þeim. Veit ekki alveg hvað hann er að spá. Ætlar að fara í Echo og nærinni. Kristi tekur niður Gunnar. Ronny Dugan er einn á punktinum. Nei, hér koma hýlurarnir til bjarga. Frenkie Boxing deyr í últíðinu sinu. Ronny Dugan, Orion tekur Avi. Náður að halda punktinum.
þurfum vel að svolítið að gera. Fyrst þeir inn en dash strax niður út á hospice. Á hospice. Þetta að halda punktinum er að detta í að ná sömu prósentu og Anubis. Síðan kemur Orion ultimate. Taka fylgdi. Ekko gerir ultimate. Tekur Sigma. Chris tekur niður Orion. Með ultimate. Gunnar tekur niður Frankie boxing. Virðist vera frekar góð tímasetninga sem að heldur þeim á lífi og gefur þeim auka boost. Og Gluggar tekur út. Avi tekur niður hospice. Chris tekur niður CMD. Gunnar tekur niður Chrissy. Gluggar tekur niður Chrissa. Tekur Gunnar. Orion tekur niður Avi. Þú eru að hamstra mótur hamstur. Gluggar tekur niður Orion. Þannig að hann fótt við pildi. Og Namlin tekur niður Orion í Duka. Þetta var svona mjög sterk yfirtaka hjá þeim. Þannig að þeir hafa smá stund til þess að koma sér saman aftur og taka yfir ef þeir náði. Fór úr að vera undir í prósentu yfir að vera yfir þeim. En það endist ekki lengi. Með þessu áframhaldi. Orion fer bara beint inn á punktinn. Já. Bara Gluggar eftir en hann nær að taka út Ronny Dugan. Þannig að það er núna Orion hóti og Gluggar. Gunnar tekur hann út. Ættu þeir því að ná að yfirtaka punktinn á síðustu prósentunni. Þurfa núna að halda út í smá tíma til þess að ná þessum hluta af mappinu. Kemur inn ulti frá Frankie boxing. Nær engum. Og Gluggar tekur út Ronny Duguna og Hospice tekur út Futhark. Kemur inn Kiriko úr hlið. Hospice nær Chrissia. Og Orion tekur út Gluggar. Hospice tekur út Avi. Og Orion tekur út Frankie boxing. Og ættu þeir því að ná þessum hluta af kortinu. Nei, kemur Futhark á síðustu myndinni. En nær ekki að halda þessu og taka þeir því objektivið. Maður gerir mikrofónu minn, þannig. Þá er það hann eðar 1-1. Þá er nú bara í síðasta rándið. Innan hennar leik. Og þá erum við komin á þriðja hlutan af þessu mappi. Og það er 1 á móti 1 á milli Riku og Anubis. Virðist alltaf vera einhverjar smá breytingar hjá Riku. Ronny Dugan heldur sig áfram á Jungle Queen. Gunnar er farin yfir á Symmetru. Nei, hann skiptir aftur yfir á Ekko. Young Macro er ennþá á Kiriko. Orion er ennþá á Hamstri. Hospice er ennþá á Mikri og CMD er ennþá á Lucio. Síðan hjá Rikurum þá er Frankie ennþá Sigma, Lumling er ennþá Anna, Chris er ennþá Tracer, Gluggar er ennþá Wrecking Ball, Futhark er ennþá Birgitta en Avi er búinn að breyta sig í Ash. Já, Anubis eru með þá þessar sömu litlu breytingar og hjá Riku. Veit ekki alveg af hverju þeir eru ekki að nýta sér að vera með Lucio, þar sem þetta er rosalega gott map til þess að búpa ekkert af. Það er geðið til í að finna eitthvað skemmtilegt íslenskt orð fyrir búb. Gunnar tekur niður Namling. Já, kemur hérna suggestion að hrinda. En það er ekki jafn krúttlegt og búb. Þú vilt búba snútið, sko.
Þetta gera það kísum minn og brjálar út um mig í hvert skipti, en ég meina. Get ekki gert því. Break bókstikunni Gunnar, háspastikunni Krissa. CMD tikunni óklokkan. Óklokkan dettur út á kortinu, eða er búpaður út af CMD í raun og veru. Náða ekki að grafla sig aftur. Geti hafa verið búin að nota. Afi er á góða high ground punkti. Afi tikunni CMD. Break bókstikunni Hopes, Þörspes. Ríkir eru komnir upp í rúmlega 60%. En þeir ætla að reyna að taka þetta yfir og vanda bara smá upp á. En flýr. Orion var að hægja á þeim og CMD en það gekk ekki. Fyrsti tekur úr Hospes. Avi er ennþá með frekar gott high ground location. Og er eiginlega bara að leika sér að þið. En Gunnar er kominn á Tracers og er að reyna að taka hann út. Ronny tók hann tekinn út af Óklagar og Gunnar tekur út Frankie Boxing. Kemur Bob en nær hann einhverjum. Óklagar tók út Gunnar. Chrissy tekur út Young Macro. Hospes á Núling og Óklagar CMD með ulti í sitt. Þeir eru ekki ennþá að pæla í punktinum en þeir hafa ennþá tíma til þess að reyna bara að taka það út. Gunnar er þetta niður eftir Óklagar tók hann. Þeir lifa þetta af, Orion tók Óklagar, Orion tók út Fúþark líka, Avi tók út Ronny Dugan, Hospes er að berjast við þann Frankie Boxing. Sjáum hvort að CMD náðu að búpa einhvern annan fram á. Sjáum þann fyrsti Gunnar CMD. Það virðist alltaf að vera frekar jafnt hjá þeim. Frankie Boxing Gunnar Ronny Dugan. Þeir eru að styttast í að koma upp í 100% af. Þeir eru verið að ákveða sig hvað þeir ætla að gera. Orion fór á punktinn bara til þess að hrekja. Þeir virðist alltaf að vera með eitthvað secret hérna hjá Gunnar. Nei, komið yfir overtime. Orion er... lendi ekki í últínum. Kannski hann var í dyrunum til þess að lendi ekki í últínum. Byrju. CMD er að reyna að halda overtimeinu. Kemur út ulti frá Orion á móti. En hann er low og er out. Óklagar. Nú er það bara CMD búndir til þess að halda þessu yfir. Nei, hann er out og svo kemur Doomfist en hann er líka tekinn út af Avi. Þá vinnar Ryggar þennan fyrsta leik. Það er ekki. Það var Avi með Cassidy. Þeir eru við vani að venja sig af að kalla mig Cream. En hann er víst Cassidy núna. Núna sjáum við hvaða næsta mapp verður. Kemur aftur hérna í chatinu að þeir halda að Ríkir séu late game players. Sjáum hvort það sé rétt eða ekki. Anubis, Anubias. Held ég. Það eru Ríkir sem að fá að velja. Avi fer ekki að velja. Ég er til að pæla, hvernig þetta er að maturinn hjá Route 66 er hérna á þessum staði? Miðað við að ég er verið að dænera þá örugglega sveitt og feitt og Grilled gott. cheese please. Taco, tornado, roadkill, burger. Ég kann bara að lesa allt sem er hérna. Já, meðan maður fara yfir allt.
Skemmtileg pæling er líka, skemmtileg staðreynd fyrir ekki, er líka það að eins og sumir kannski sáum að þá verður mögulega smá svona artistic þema fyrir næsta sísón. Hvað það er? Smá artistic þema fyrir næsta sísón. Síðan hjá Reikurum er Frankie Boxing, Sigma, Numbling er Ana, Chrissy, Tracer, Óglokkar er Wrecking Ball, Föðuhark er Brigitte og Avi er Widowmaker. Anubis er það sem þú varst að telja upp. Anubis. Hjá Rikum er Ronny Dugan á Jock Queen eins og alltaf, Gunnar á Echo, Young Macro á Unu, Orion á Hamster, Hospes á oh my god Ash! Jesús! Og CMD á Lucio. á Lucio. Þetta er samt karakter sem ég skil Ég held að búin að segja karakter, ég bara svona, já, Óglokkar er búin að gera þetta, Óglokkar er búin að taka niður CMD. Næst ætla ég bara að vera leiðileg og segja bara meðfylgjandi karakter hans Bobs. Af því að Bob er í raun og veru meðfylgjandi karakter hennar Ash. Gunnar er búin að taka niður, Óglokkar, Chrissy er búin að taka niður, Gunnar. Ég var kannski Bob smá time to shine. En þeir virðast alltaf að bara rúlla þessu af stað. Þeir hjá Anubis. Fyrir þá sem fíla ekki Route 66 þá mega þeir bara breyta skoðun vegna þess að það er mjög gott map. Sem talað að Route 66 er ekki gott map. Það var ekki spilið gott map áður. CMD er komin yfir á Brygg. Já. Gunnar er komin yfir á Gunnar, já, hann er komin á Sigma. Sigma! Ég held að þau eru bara að senda þau svona lista upp. Já, ég þarf að hafa bara listan af karakterunum. Með svona myndaðum, svona, aðja, það hérna er Sigma, hann er svona. Nei, leið ég sé nöfnin, þá veit ég alveg, sko. Það er bara... Nei, áveist, bara til öryggi, svona. Manstu, Anna, hún er gömul kona. Við skulum hafa það sem það reynir, sko, að það er yfir, held ég, 20 hetjur, þannig að það eru 20 nöfn, þannig að ég myndi segja að þetta bara sé frekar gott hjá mér, sko. Já, en þú veist, já, En já, þeir eru komin upp á hæggrandið hjá Rikum og eru eitthvað að splitta sér upp og virðist að vera sem að Anubis ætlar að fara bara underground og beint aftur að næsta bensinstöð. Bob komin út, nær hann einhverjum, er ekki svo viss, Avi tekur út Gunnar. Kemur Brygg með ultið sitt, hann CMD, víst að Fúþark er líka komin á Brygg. Avi tekur út Hospes. Sjáum að Frank Fox tekur CMD, Avi tekur Young Mark og Orion. 60 sekúndar eftir hann að þeir eru búin að halda þessu vel aftur. Þeir hjá Rikum. Virðist líka vera sem að Ronny Dugan er komin með ulti, Frankie Boxing og Chrissy. Og Gunnar. Og Chrissy. Já. Þannig að sjáum hvort að það var eitthvað að hendast í eitthvað ulti hérna. Avi er aðleitt á pilotinu. Alltaf gaman að vera Pilot Princess. Gunnar tekur út Avi, Chrissy tekur út Ronny Dugan, Aron er ulta með ultinu sínu hjá Tracer. Og Gunnar breytist yfir í Tracer. Næra ultía en hittir ekki neitt. CMD er í hörðum baráttu við hann Óglokkar. En Chrissy tekur hann út. Chrissy tekur hann CMD. Óglokkar sleppur svona rétt með smá líf eftir. Frank Fox tekur Young Dugan og Hospes. Eru núna komin 4 ulti hjá þeim í Anubis og 3 hjá þeim í Rikum.
Nú er það stoppað af. Kemur inn Orion með ultið sitt. Franky Boxing með ultið sitt. Gunnar er ultiðaður af Young Marco. Afi kemur inn með ultið sitt. Nær hann einhverjum. Fyrstu hvernig eru CMD. Gerðstótt tvær Young Marco. Fyrstu hvernig eru Hospes. Gunnar tekur henni Avi. Ronny Dóttir tekur henni Friðar. Kristi tekur henni Gunnar. Ronny Dóttir tekur henni Namling. Kristi tekur henni Ronny Dóttir. Þeir eru núna með 2,5 mínútu til stafn. Með fínn tími. Þetta er hins vegar í mínum mati besti staðurinn til þess að vera frekar defensive. Já. Bara góður spil, svona gott spil, gott bot. CMD er mjög láð en nær að koma sér undan. Gunnar tekur út Avi og Óglakar tekur út Ronny Dúku. Gunnar tekur út Krissa og hann Hospes hendir út ulti. Bob er slípaður en stendur sér upp aftur. Óglakar er tekin út af Gunnar. Hospes tekur út Avi. Krissi tekur út Hospes. Kristi tekur henni Hospes. Já, ég var að lesa það og ég... Virðist vera mjög mikil skipting á milli. Hver tekur hvern út. Hún þarf honum frekar lág. Óglakar er komið með ulti. Franky Boxing tekur henni Orion. Hamster með ulti tilbúið. Númling og Flúðark eru að detta í sín ulti. Young Marco og Orion og Ronny Dóka eru komið í sín ulti. En vantar svolítið upp á næstu. Area Denied af Orion tekur út. Gunnar tekur út Óglakar. Óglakar tók út CMD og Ronny Dókan tók út Avi. Gunnar tekur henni Óglakar. Það er enginn á payloadinu í augnablikinu. Þá eru þeir bara að þrífa upp kúlurnar eftir hann Óglakar. Franky Boxing tekur henni Gunnar. Ronny Dóttir tekur. Þetta er mjög góður staður fyrir allir að vera með payloadið því þeir geta haldið betur utan um það. Nema að Krissi komið inn í baklínuna. Orion hendur sér inn en flýr svo strax aftur. Jungle Queen últjar og allar greinilega eitthvað að stoppa af. Er bara held ég að eyða tíma. Óglakar er komin á payloadi en Orion kemur á mótunum. CMD ætlaði að últja, næri ekki. Gunnar tekur henni Avi. Númling tekur henni Gunnar. Næri ykkur að stoppa hann. Og Orion er komin til payloadinu. Krissi er mjög lág. Kristi tekur henni Orion. Friðar tekur henni CMD. Friðar tekur Ronny Dókan. Friðar tekur Gunnar, Friðar tekur Hospes og þeir vinna þetta round. Score 0-3. Switching sides. Initiating match. Jæja, þá sjáum við hvort að Þetta Ríkir síðasta. getur komið mót við Sjáum tíman þetta. hjá þeim Anubis. Þeir þurfa í raun og veru eiginlega að vinna þetta með auka tíma. Já. En við sjáum svona, þetta er, Nefnum að við tökum annað vapp ef þeir lenda í dró. já, þetta getur síðustu roundið eða næst eða ekki. Já. Já, þannig að ef þeir
ef þeir báðir ná þessu og þá fá þeir Bara hvað, 3 stig hver? 1 stigs munur ennþá. Þannig að þetta er þá næst síðasta Ég kem með smá, ég kaupa mappið mögulega. En þeir eru hjá Ríkum á Ronny Dúkan á Jungle Queen, Gunnar á Echo ennþá, Young Macro ennþá á Unum, Orion ennþá á Hamstri, Hospice ennþá á Krí og CMD er komin yfir á Moiru sem er mín persónulega uppáhalds. Fyrir utan Mercy of course. En hún getur verið andstyggileg þegar hún er spilur rétt. Gengur vel hjá þeim að pússa peilutin áfram eins og gerði hjá Anubis. Orion tekur út Óglokar, Krissi tekur út Gunnar. Orion eitthvað fastur hann inn í bensinstöðinni. Avi tekur út Orion. Ronny Dúkan er í smá klandri og með 3 á sér. Gunnar tekur út Óglokar. Krissi hendur út ulti og nær Young Marco. Þannig Hospice tekur út Númling. Það er 1 healer hjá Anubis og 1 healer hjá þeim í Ríkum. CMD tekur út Frankie Boxing. Orion tók út Avi. Þannig að þetta gengur eitthvað fram og tilbaka. Óglokar tók út Orion. Og þeir halda áfram að hreyfa við payloadinu. Skulum halda okkur í góða skapinu og vingjarleikanum í spjallinu á Twitchinu. Við erum bara hér til þess að hafa gaman. Hospice tekur út Futhark og Númling og Frankie Boxing. Þetta getur verið play of the game. Og þeir taka hér púntinn. Fyrsta stopp. Enginn að færa payloadu. Núna hefur... Ég veit ekki alveg hver pælingin þar er. Já, núna hafa Ríksuðir. Það er Ríksuðir. Með því hvað það er nafnið. Ríkir. Ríkuir. Ríkir, já. Við hafa núna 4, 3 og 50 sekundur eftir til að ná að tæja. Avi tekur út Ronny Dúku. Þetta er leiðilegur staður til þess að komast áfram. Namling. Gunnar tekur hann að Avi. Hospice tekur hann að Óglokar. Og hann er eitthvað þarna í klandri. Nær að halda sér áfram með bjargvættinum honum Young Marco. Að heala hann. Chris tekur út Orion. Frankie Boxing tók ulti en náði ekki að taka neitt út. Hospice var lág og Chris tók hann út. Orion, nei Gunnar er ultiðaður af Young Marco. Kemur út Óglokar með ultið sitt. Nær næstu Gunnar út en Óglokar er slípaður. Tekur smá blund. Þeir enda hafa 2,5 mínútur. En þá góðu tími en við erum samt að huga svolítið að því að íta payloadinu. Óglokar tekur hann að Gunnar. Þeir eru víst allir frekar upp á high groundinu hjá þeim í Anubis. Ég veit ekki alveg hvað Óglokar er að pæla. Frankie Boxing er low en er ultiðaður af Númling. Hospice tekur hann Og Krissi. Hospice tekur út Krissa, Futhark tekur út Hospice og Gunnar tekur út Avi, já. Það gengur að þratt fyrir sig. Náðu þeir að taka það. Gunnar tekur hann að Futhark. Gunnar veist vera í því að taka það út en eru ennþá með Boxing deyr. Óglokar í baki. Þeir eru ná í þessu núna mjög vel.
Já, þetta komið eitt pússi viðbúð frá Anubis. Hvort að vera high ground eða low ground. Úf, Gunnar tók út Fúðark, Krissi tók út Young Macro. Gunnar tekur fyrir, Gunnar tekur Óknur, Gunnar tekur Avi. Núna á 3 mínútur eftir til að ég ná að tæja með þeim. Sem er alveg ennþá frekar góður tími. Ef að hann er nýttur vel. Sem að síðan gera pildinni leit. Gunnar fer svolítið hratt í þetta en þarf að bakka. Þeir virðast vera eitthvað hann að spila inn í lokaða rýminu. Ógláðstinni Röndu hún. Kemur út Húlti Ásbjörns. Þeir eru smá splittaðir í augnablikinu. Þeir þurfa að hópa svo svolítið saman. Gunnar fengi boxing til Gunnar Hospice. Fengi boxing til CMD. Þeir eru að detta niður í 2 mínútur. Það eru komin 4 ult hjá Anubis. Orðum til Gunnar fengi boxing. Ógláður til Gunnar CMD. 2 önnu ult í einu. Ógláður til Gunnar Young Marco. Hospice til Gunnar Ógláður. Namling til Gunnar Gunnar. Namling til Gunnar Hospice. Avi til Gunnar Röndu hún. Pínu misheppinn hann Orion með að hitta ekki upp á high groundi til að taka út önnuna. Þeir þurfu eitthvað að leysa þetta high ground kapp hjá þeim, hjá Anubis, vegna þess að þeir eru að halda þessu mjög vel og þeir virðast ekki vera að ná að berjast á móti. Jöp. Sjá hvert það berið sér. Með mínútu eftir. Orion til Gunnar Ógláður. Ógláður var búinn að færa sig yfir á Rísu og var fastur þarna inni. Franki bóksingin er low. Og Orion til Gunnar Avi. Böðar til Gunnar Röndu hún. Avi til Gunnar Young Marco með Bob. CMD til Gunnar Krista. Það er þá Hospice og Orion, þeir eru flestir allir hér. Ætla að fara beint yfir í Orísu. Þeir þurfa að fókusa á payloadið en virðast ekki vera að gera það. Þeir hafa 12 sekúndur eftir. Það var nokkuð sekundur eftir. Enginn ennþá komin á payloadið. Hver ætlar að snetta? Komum svo. Orion hoppaði á það en fór í burtu. Overtime er í gangi. Það þarf að vera búið. Nei, Orion þegar komin aftur inn. Reynir að detta niður. Komin inn Doomfist, hann nær að halda overtimeinu en ég held að það nái sér ekki. En þá er þetta þannig að Anubis liðið, eða Bring Back Anubis, vinnur þetta æðislega helgarmót. Enda flottir og þekktir spilarar í því. Já. Þetta var rosalega flott spilað hjá báðum liðum. Já. Við ætlum bara að enda þetta hérna í kvöld. Já, bara að taka Enda búið að vera skemmtilegt kvöld. Bara upp á gamanið. Góð uppbytun fyrir næsta season sem er að koma. Við þökkum bara fyrir okkur og þökkum fyrir þáttökuna. Góða nótt. Skráningin okkar fyrir season 6 eða Root season 6 byrjar í ágúst. Gleymið því ekki. Það verður stór skemmtilegt og mikla breytingar að koma fram. Þá segir ég bara takk fyrir, góða nótt.